Gísli Tryggvason, gjörðu svo vel. Já, formaður góðu félagar, ég ætla að reyna að taka Pavel til fyrirmyndur og vera gagnorður. Fyrst varandi 5. liðinn, þá hallast ég nú að því að það eigi að fela forseta aukna hlutdeild í þessu, þar að segja hann frekar en flokkspólitískur ráðherra velji milli þeirra hæfustu sem að fagnefnd hefur lagt tillögu fram um. Það felst í þessu ekki geðþóttavald forseta frekar en ráðherrar geta farið með geðþóttavald, það er að segja hæfisnefnd sett þarna inn sem eiginlega almenn regla og síðan ef að hæfisnefnd hefur nokkra sem hæfasta þá það forseti sem velur samkvæmt 5. liðnum og tilgangurinn að þessar sjálfstæðu stofnanir sem þarna eru nefndar sem að löggjafinn hefur ákveðið að skuli vera sjálfstæðar að þær skuli þá njóta sjálfstæðis í raun. Þetta til þess að svokallað sjálfstæði sem löggjafinn felur stundum embættum á stofnunum sé ekki bara í orði heldur líka á borði. Með þessari skipan tryggt að flokksræðið takmarkað í þessum tilvikum allavega og að forseti þarf að staðfesta niðurlagningu stofnana eins og betur hefði verið þegar þjóðastofnun var lögð niður illu heilli. En ég tek nú fram að stöðu minna vegna þá get ég nú vakið athygli á að listin þarna helstu stofnanir á blaðsíðu 6 í greinargerðinni. En þetta eru svona þær stofnanir sem að nefndar hafa verið í tillögum þetta. Varðandi synjunarvald forseta þá hallast ég að því, sérstaklega í ljósi þess að sérnefnd nú búin að hækka þröskuld fyrir þjóðarfrumkvæði aftur upp í 15%, að það eigi að vera áfram skjótvirk leið fyrir einn ríkisaðila sem þá þjóðkjörinn forseti að synja lögum staðfestingar. Það að vísu ólíklega á þetta reyni oft eftir að ef að 15% þjóðarinnar eða 10% eins og ég vildi hafa það geta farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu eða 300 þingmanna. En ég held að þetta sé samt mikilvægur vendill í átt að valddreifingu og valdtemprun. Nú aðeins vegna orða Péturs áðan, ég ósammála honum að í synjun forseta felist ekki afstaða. Ég ósammála forseta Íslands að hann hafi getað synja lögum án þess að í því felist einhver afstaða. Það eiginlega það eina sem ég var ósáttur við þegar hann synjaði fyrst og annað skiptið lögum frá Alþingi staðfestingar. Hann rökstuddi það með því að hann væri ekki að taka neinn afstöðu heldur bara að spyrja þjóðina. Þetta tel ég ekki rétta túlkun á stjórnarskráni. Þá ætla ég ekki að fjölyrða þetta en vekja athygli á að greinargerðin kannski þarnast frekari skoðunar við vegna þess að þar eru svolítið mikið rök með á móti og það fer nú kannski eftir niðurstöðum manna hvort að kosti vera teknir út og þá rökstuðningur lagaður. Takk.